Manstu gamla daga, marg þá gerði saga, við í leikjum undum vina mín. Manstu sumarkvöldin, þá æskan hafði völdin, glöð við héldum hvert eitt heim til sín. Sælt verið fólkið og velkomin með mér aftur í Hlíðarfjall. Í fyrri þættinum sagði ég ykkur frá því þegar svona framkvæmdamenn tóku sig til fyrir frumkvæði Hermanns Stefánssonar, fengu gamla spítalann við Spítalaveg Gefins frá Akureyrarbæ, en spítalinn hafði lokið sínu hlutverki þar og Hermann og hans menn rifu spítalann niður spýtu fyrir spýtu og fluttu allt timbrið hérna upp í Hlíðarfjall og hér reis skíðahótel. Þar með opnaðist fyrsta gáttin að þeirri skíðaparadís sem í Hlíðarfjalli í dag. Við erum menn að tala það enn þann dag í dag, að minnast þessar gömlu daga, þessi sem eru menn þá að skíða í fjallinu og vinna hérna í fjallinu. Fullt af fólki sem hafði áhuga á þessu og þeirra var farið á stað, að þá náðist til mjög margra sem hafði áhuga á málinu og hjálpuðu til. Öll þessi sjálfboðavinna sem var framkvæmdina, ég get ekki ímyndað mér að nokkuð með að raunni trúinni, að hún hvað var mikil. Er þetta að fá fólk til að gera svona lagið í dag? Ég myndi ekki vilja reyna að fá fólk í það. Ég hef sagt frá því mikla brautryðjandastarfi sem Hermann Stefánsson og hans félagar unnu hérna í Hlíðarfjalli á sínum tíma. Hermann átti víða hauk í horni, til dæmis hjá Tryggva Þorsteinssyni skátahöfðingja, en Tryggvi, hann kom með sína menn sem unnu hér þrekvirki í fjallinu ásamt öðrum. Það var nú svo þegar að Tryggvi sagði moka, þá mokuðu við og þegar að Tryggvi sagði að fara upp í skíðahótel, þá fórum við upp í skíðahótel. Við vorum bæði hérna við að moka út úr kjallaranum og nú svo vorum við hérna við að naglhreinsa panel, það var voru mikið til að panel sem hafði komið úr sjúkrahúsinu. Og Tryggvi heitinn Þorsteinsson, panel var hans uppáhalds viður og hann lét okkur naglhreinsa panelin og pússan og slípan og fínn og upphaflega hann settur inn í þetta herbyggi hérna. Inn í aðalveitingasalinn? Inn í aðalveitingasalinn og hann lagður svona ská hérna mjög fínt en það voru nú allavega litur á panelum og hefur sennilega verið meiningin að mála hann á eftir. En svo fór það svo að Lions Klúbbur Akureyrar og Starfsmannafélag KEA innréttuðu sitt hvort herbyggi hérna og þeir gerðu það svo fínt og þá var ekki salurinn í miðjunni ekki eins, þá passaði ekki panelin og þá var nú bara sett yfir panelin og ég held nú að Tryggvi hafi nú séð eftir panelinum. Kannski panelin bara tilbúin hérna undir? Hann ábyggilega undir, já, hann hefur ekki verið tekið niður. Nú fundum menn fljótt fyrir því þegar var farið að starfa hérna að það var engin sími. Það vantaði að koma símasambandi við bæinn. Hvað gerðu menn þá? Það var 10 línu kapalstrengur upp á aðleiðinu alveg. Skíðamenn fengu þetta gefins eða næði í hann sjálfur og gæti notað hann. En það var þannig hann lá ofan á, þurfti ekki að grafa hann upp nema að það var snjór á nokkru stöðum sem lá yfir hann. Það var bara klippt á og svo rúlaði pinnum megin. Svo var bara fengið mannskapur til að grafa hérna neðan frá Lögmannshlíð og hérna upp yfir meðfram gömlu háspennulínunni. Nú þegar hann var búinn að gegna sínu hlutverki með sambandi frá Akureyri upp í hótel og símilaðis og annan streng og þessi orðir óþarfur, þá var hann grafinn upp aftur. Þá var hann grafinn upp aftur, þetta var nota hann meira. Þá var hann settur meðfram stólalyftun sem var sett hérna upp. En þetta símilaðistrengur var notaður einu sinni enn. Að þegar hann þurfti að fara að taka tíma að skíðamönnum með rafmagnsgræjum, það nægði ekki klukkan og humalfingurinn, það var ekki nú nákvæmt. Þá var strengurinn notaður einu sinni enn. Björg Finnbogadóttir, eða Bella Finnboga eins og við köllum hana gjarnan hérna á Akureyri, hún orðin 85 ára gömul. Og ég sennilega aldursforsetinn í fjallinu. Já, ég geti vel trúið því. Og hvernig gengur? Það gengur bara mjög vel. Manni líður hvergi betur. Fyrir utan það að þetta svona fjölskylduvæn íþrótt. Vera 10 mínútur að fara fram og tilbaka eða fara upp eftir og það eru forréttindi að búa við þessar aðstæður. En þú varst einmitt að tala það Bella áðan, þú var ekki nema 10 mínútur að skjótast í fjallið og setjast hérna út í stólinn og fara ennþá hærra og stíga síðan á skíðin og renna niður eftir. Þetta var ekki svona þegar þú varst að byrja? Nei, það var ekki svona. Þá gengum við úr bænum upp í Ásgarð sem nú hérna svona byggt í Ásgarðu var skíðaskáli sem var nú gamalt Bretabræki sem hélt hvorki vatni né vatni og hann var upp í Dauðsmannshólum sem kallar það svona
í svipaðri hæð og Strýta er. Við gengum úr bænum með skíðan á öxlinni, með bakpoka og svefnpoka og nesti og fatnað. Við þurftum að byrja á því að moka okkur til þess að komast inn í skálan. Þar var ekkert vatn, ekkert salerni. Hann var hólfaður í sundur, þannig að það myndast svona svo lítið eldhús. Þar var kolavél, en svo var þetta einn salur og í honum miðjum var kolaofn, trébekki meðfram veggjum og þar sáum við og það komast nú ekki allir á þess að trébekki. Þá lágu þið bara á gólfinu, svo farið út snemma næsta morgun og það voru spengið tróðarar. Við þurftum sjálfa að tróða brekkurnar. Ég man eftir því að hann alltaf slítnaði kaðallinn í lyftunni og það var mjög mikið málað. Ef hann slítnaði alveg að koma hann mattur á sinn stað, hann var svo langur og þungur og þá var Baldi heitinn Þorsteins skipstjóri. Hann var hér á Rennesskógsskíðum eins og hann var nú alltaf á skíðum hérna. Og hann sagði að hann skildi nú splæsa kaðalinn þarna um kvöldið og við áttum að koma og læra hjá honum, sko. Og það var nú kalt og frónt, Baldi var bara berhentur að splæsa og við reyndum svona aðeins að hjálpa til, en við lærðum svolítið að splæsa. Eins og fram hefur komið þá var skíðahótelið á sínum tíma byggt úr viðum sem teknir voru úr gamla spítalanum við Spítalaveg. Nú eins og gefur að skilja fóru ekki allir heilir frá þessum spítala, sumir áttu það sína síðustu daga. Nú oft hefur verið gantast með það hér í hótelinu, sérstaklega í útilegum, að það sé hér eitthvað óhreint á sveimi. Það var nú sagt að ef þið farið niður á klósett og mætið manninu með hausinn undir hendinu, þá bara komið upp eftir og látið hann bara eiga sig. Seinna meir þegar maður var konið í gagnfræðaskólanum, þá var nú gagnfræðaskólinn kom hér upp yfir í ferðir og þá var nú vilt þessar draugasögur sagðar alltaf. Og fleiri en einu, ég man bara til þessar einu sérstaklega. Ég bara man eftir þegar ég var strákur og var að fara hér í skíðaferðilegu með gagganum að þá var maður stundu var við og að því að ég talaði nú aldrei hvernig ég var, að ég var oft var við við stigan upp á loftið að það stóð þar hjúkrunarkona í fullum klæðum og þetta var bara gömul kona sem fylgdi með og hefur örugglega stjórnað öllu batteríinu hér á árum áður. Sérðu einhverja hérna núna? Ég var við bara þegar ég kom hér inn á þann og þá var ég nú bara var við mann hér sem að ég held að hafi verið bara hér þegar var verið að byggja þetta. Íþróttakennari við Menntaskólann. Já, Hermann Stefánsson. Já. Hann er á staðnum með það? Já, hann var hérna frammi á þann og ég hef nú stundu síðan hér áður. Og er hann ekki sáttur við þetta? Jú, hann er glaður eins og hann var. Fyrsta skíðaliftan hérna í fjallinu, það er að segja rafmagns skíðaliftan, hún kom hérna norðan og neðan við skíðahótelið. Áður hafði Halldór Ólafsson búið til svona frumstæða skíðaliftu með því að nýta jeppann sinn. Nú seinna meir kom lifta upp við Stromp sem Baldur Sigurðsson sá að knýja með dráttarvélinni sinni og Baldur var líka hér oft á ferðinni í fjallinu með snjóbíl sem margir nutu góðs af þegar þeir þurftu að komast upp í Stromp því þá var engin stólaliftan komin. Já, ég man alveg eftir því þegar Baldur kom með traktorinn sinn, hann bjó til spil aftan á hann og þetta var því líku lúxus að fá þessa tóbraut þarna frá og svo snjóbílinn sem hann átti og dró upp eftir það var gætt fyrir svona 10 manns aftan í honum og kostaði eitthvað 50 kall eða eitthvað svoleiðis að fá að hanga í. Ég byrjaði að koma hingað sem krakki og þá var ekki þessi aðstæða sem nú er. Þá löpuðum við upp í Strýtu og stoppuðum við hvernig einustu staur en það var alltaf gaman að koma hingað og stoppa við hótelið. Þurftu menn ekki að vera alltaf svona þrautsegir og þolinmóður til þess að stunda þessa íþrótt? Jú, menn þurftu mikla þolinmæði og siglu. Það var voða auðvelt að gefast upp við fyrsta rafmagnsstaur og hætta og fara ekki lengra. En maður var líka voðalega feginn þegar kom einhver fullorðinn og tók skíðimanns og hélt á þeim upp í Strýtu. En maður hugsaði alltaf þegar maður kemur upp eftir þá fengi maður gott nesti, kakó og fleira gott þegar maður kemur upp eftir. Þannig að það kannski ýtti á mann líka. Já, og Bella Finnboga var á sínu tíma ein af skíðadrottningum Akureyrar. Hvaða stöllur þínar voru að æfa með þér? Það voru nokkuð margar stelpur. Það voru til dæmis stelpur sem voru í Menntaskólanum. Þær að vísu heldur þá til í útgarði ef þær fóru til þess að gista. En Helga Jún, hún var nú
Við áttum töluvert samleið. Helga var mikil ágætiskona, deyr dóung. Og í dag verið að keppa bikar sem var gefin henni til heiðurs. Já, og ástæðan fyrir því var svo að það var keppt Hermannsbikar. Hermannsbikarinn var flottur, en svona sem ég keypti bara bikar og hann var stærri en hinn, svo ég var nú mjög ánægð með það. Og það keppt hann á sama tíma, sko, og Hermannsmótið Verðlaunagripurinn í kvennaflokki. Í kvennaflokki, já. Það ljóst að þeir framsýnumenn sem ýttu úr vör við framkvæmdir hérna í Hlíðarfjalli, þeir hafi verið framsýnir með staðarval. Sagan segir reyndar að Hermann Stefánsson hafi verið hér á gangi við annan mann að leita að heppilegum stað fyrir hótelið. Skellur þá ekki á svarta þoka þannig að þeir sjá ekki handa sína skil. Þeir töpuðu hreinlega áttum. En allt í einu létti þokunni og Akureyri og Eyjafjörður blasti við í allri sinni dýrð. Þá á Hermann að hafa sagt: hér reisum við skíðahótel, og það varð. Það var búið að vera hérna, vissulega, í fjallinu. Það voru komnir skálar hérna í Glerárdalinn og hvaðina og menn voru hérna á skíðum. En þetta var svona stóra stökkið. Jú, ég hugsa það sem alveg rétt, en ég held að stærsta forskoti kom þegar stórlyftan kom. Því hún eiginlega breytti skíðíþróttinni úr því að vera svona bara íþrótt fyrir nokkra unglinga og fólk sem var að keppa á skíðum í það að verða svona íþrótt fyrir almenning. Þegar stórlyftan kemur þá gjörbreytist þetta allt saman. Og þá svona geta allir farið að njóta. En hitt byggðist náttúrulega miklu leyti af því að foreldrarnir færu með og hjálpuðu manni og teymdu mann hérna upp eftir. Nú ég komin hérna niður í kjallarann í skíðahótelinu. Í upphafinu þá var reiknað með að kjallarinn yrði bara geymslur og hér var ekki mikil lofthæð. Síðan á miðjum byggingatímanum þá var ákveðið að grafa út úr kjallarannum, auka lofthæðina, og þetta var nú bara gert með haka og skóflu og hjólburum og að stærstum hluta í sjálfboðalega vinnu. Þótt ótrúlegt sé, þá var hér einu sinni fjölskylda með lögheimili. Það var fjölskylda hans Frímanns Gunnlaugssonar sem var hér lengi hótelstjóri, og kona hans var Karolína Guðmundsdóttir skíðadrottning sem lét mikið að sér kveða í skíðabrautinni mörg ár. Nú þau áttu 5 börn, 7 manna fjölskylda sem lét sér nægja hér 3 herbyggi. Nú hér eru 2 börnin, jæja strákar, var aldrei þröngt á ykkur hérna í skíðahótelinu? Jú, það má segja það, en leikvöllurinn var kannski hótelið allt og svæðið hérna í kring, ekki bara herbyggin hérna niðri. Var aldrei neitt ósamkomulag í svona litlu plássi? Nei, ekki manni nú eftir því. Það var ekki mikið slegist hér. Hérna eru, þessum sal sem núna marsalur starfsfólksins í hótelinu. Þetta voru 2 herbyggi, annars vegar svefnherbyggi fyrir 3 börn og hins vegar hjónaherbyggi og stofa fjölskyldunar. Var þetta kannski svolítið ævintýra heimur utan við þessi 3 herbyggi? Já, það náttúrulega á þessum árum það var náttúrulega ekkert sjónvarp, þannig að fólk satt ekkert mikið hérna inni. Við náttúrulega höfðum svæðið, bæði allt hérna fyrir ofan og allt hótelið eins og segir. Og þegar nægur snjór var þá var bara farið á skíði? Já, það var á skíði allan daginn. Það bara frá mótni til kvölds. Svo bara var farið inn og svo í raun og veru. Karl, nú því síkinni létu nú aldeilis að ykkur kveða í skíðabrautinni. Var það kannski afleiðing af því að þið bjugguð hérna í skíðahótelinu? Já, ég held að það megi segja það. Leikvöllurinn var hérna úti. Við fórum þá á skíði ef við þurftum að fara út að leika okkur eða vildum fara út. Og Guðmundur, elsti bróður okkar, var nú yngsti Íslandsmeistari í fullorðinsflokki á sínum tíma. Hann var 17 ára þegar hann var Íslandsmeistari í stórsvíi hér á Siglufirði. Og við vorum öll á skíðum og tókum þátt í keppnum og vorum í landsliðum og svona fleira því taginu. En samt sem áður þó þið hafið látið að ykkur kveða á skíðum, þá eru þið eiginlega enn á skíðum eða viðlöðandi skíða íþróttina? Já, það er, ég fyrir til dæmis að skíða allar helgar og var starfandi hérna mikið við skíða íþróttina hérna árum áður.
Skíðalandsmót Íslands var haldið hérna í Hlíðarfjalli 1962 og þá var veitingaaðstaðan hérna í hótelinu opnuð. Landsmótið 62, það er á 100 ára afmæli bæjarins og þá er nú búið undirbúið mikið og þá var mikið að standa til og hótelið var svona miklu leyti til hérna þessi hæð og kjallarinn. Við vorum hérna svona cirka 20 skátar, svona aldrei svona 15 til 18-19 ára og við vorum alltaf að vinna hér allan sólarhringinn. Við byrjuðum eldsnemma á morgnana á því að flytja góstrykki, pilsur og pilsubrauð og súkkulaði upp í Stromp og síðan þegar það var búið þá þurftum við að fara að þjóna Magnúsi Guðmundssyni yfirleitt. Hann var að leggja brautir og hann sagði að brautirnar ættu að vera heimsmælikvarða og hann hérna vildi, það var ekki nóg að þjeppa á skíðunum, við þurfum að fara úr skíðunum og þjeppa allar beygjur í skónum bara og svo þjeppa á skíðunum eftir og svo þegar vorum við náttúrulega að vinna í sjoppinni, við vorum í sjúkragæsluna yfir daginn og við þurftum nú alltaf að fara með einhverja hérna niður eftir. Við vorum konið með svona lag á því að renna okkur með sleðan, það fór yfirleitt einn á undan, en við brunuðum mjög hratt og það var nú sagt að sumi sjúkleikarnir hefðu nú heldur vilja deyja heldur en að fara með okkur í sleðunum. Ég held að það hafi nú kannski verið ríkt en við fórum býsna djart, við vorum búin að gera þetta oft og vorum átti kaldir í þessu Þannig að það þá ekki verið að slasa sig að gamni sínu? Nei, menn slösuðis ekki að gamni sínu og vildu held ég síður lenda á sjúkrasleðunum en þeir þurftu þess nokkrir. Nú svo þegar að leið á daginn þá þurftum við að taka niður brautirnar og taka niður öll flöggin og flytja þau niður í Stromp. Og svo eftir kvöldmat þá var yfirleitt samkoma hérna, flottar veislur og ég manna Ríó tríóð ábygglega söng og skemmti hérna og svo þegar allir voru fattir heim, svo mennlifu og allt búið, þá þurftum við að þvo all gólf hér og við þvoðum allt hér, gerðum fínt og við sváum hér uppi og fórum svo upp og fórum að sofa, það var komið eitthvað fram á nótt, þreyttir og ánægður og vöknuðum snemma morguninn eftir og ég þekka fram að sko, við elskuðum að gera þetta var svo gaman. Það er nú alltaf hún gert grín að mér heima hjá mér þegar ég var nú að klára skóla. Ég var alltaf spurður af því hvað ég ætlaði að gera, hvað ég ætlaði að læra og ég sagði ég ætlaði bara að fara á skíðum. Og það var alltaf svarið að ég hef nú bent á það hjá foreldrum mín en menn lifði nú ekki af því, það væri ekki þannig. En einhvern veginn komst ég nú upp með það. Ég byrjaði hérna 1969 í september. Síðan var ég hérna í 30 ár eftir það. Nú er ég bara svona góðviðri skíðamaður, bara ef logn og sólskin og bjart það fer ég annars ekki. Hérna í borðsal skíðahótelsins eru margar gamlar myndir sem skemmtilegt er að skoða. Hérna til dæmis ein, þarna eru menn og reyndar ekki á skíðum, en þetta er Sigurður Demes, söngvari, sem er þarna að syngja fyrir gesti. Ég geti trúið að þetta séu lægjósmenn, en lægjósmenn voru duglegir við að hjálpa til hér við innréttingar á sínum tíma. En Sigurður Demes stjórnaði meðal annars 24 Emma-félögum. Þetta var kátur söngvari og hann söng gjarnan með krökkunum. Una goccia sembra
Staðarhaldari hér í dag eru Guðmundur Karl Jónsson. Guðmundur, starfsemi hótelsins hefur breyst. Þetta var hótel, heils ás hótel á sínum tíma, en núna er þetta, já, hvað ég var að segja, skíðaskáli. Já, svona dagskáli og hérna, en gengur ennþá undir nafninu skíðahótelið og svona kemur stundu fólk í bobbað þegar við tölum hóteliðin. Þetta er náttúrulega bara dagskáli þar sem við erum að selja lyftumiða, við erum með skíðalegu, veitingasölu og skrifstofur. Og þannig að þetta hefur breyst gríðarlega mikið á síðustu 30 árum. Ég man nú eftir því þegar maður var hér í skíðahótelið í gamla daga, þá voru þessi stólar eins og þessi, þeir eru nú ekki orðnir margir eftir, en þetta er svona cirka bát 50 ára gamall stóll. Já, það var byggt hérna, smíðað þessi stólar hérna þegar hótelið var tekið í notkun og þótti mikil og góð smíði, en það er ekki margir stólar sem endast í 50 ár. Það var nógu vinur minn í Valbjörk held ég sem að teiknaði þessa stóla og Valbjörk smíðaði þá. Upphæði voru þeir reyndar með skinnset, hefði maður rétt. Þóttu reyndar aldrei mjög þægilegir til að sitja. Nei. Þetta voru ekki hægjendastól. Nei, en það var kannski bara ástæða fyrir því að fólk bara drífi sér út í brekkurnar. Úti freista fannir mjúkar, gaman þykir það að taka með sér skíðin á góðan skíðastað. Snæfið þaktir hólar, sólin skín á allt, það þýðir aðeins eitt fjall í Hlíðarfjall. Gott er skyggni og nægur snjór, við syngjum saman í einum kór. Ég skelli mér á bretti í Brettaskólanum og bruna niður brekku með hinum krökkunum. Tek svo þátt í raðleik og sigrar næstum allt, svo förum við heim því mamma er orðið kall. Ég skelli mér á skíði í skíðaskólanum og bruna niður brekku með hinum krökkunum. Tek svo þátt í raðleik og sigrar næstum allt, svo förum við heim því pappa er orðið kall. Svo förum við heim því mér er orðið kall. Og á morgun ætla ég í Hlíðarfjall. Við náttúrulega erum komin á ákveðinn tímapunkt með lyftuvæðingu og þurfum svona að fá lyftur hærra upp og gera brekkurnar aðgengilegri fyrir fleiri. Og svo náttúrulega er hótelið orðið náttúrulega barn síns tíma. Nú, það er ákveðið að byggja hérna þjónustuhús við endastöð Fjarkans, nýju stólalyftunar. Nú, þegar það er komið til, þá léttist álagið af gamla skíðahótelinu. Nú, það er draumur margra að taka til hendinni í gamla hótelinu, gera það upp, klæða það í sparifötin, samkvæmt þeirri tísku sem var þegar þessir viðir voru upphaflega reistir í gamla sjúkrahúsinu við Spítalaveg. Það væri náttúrulega bara yndislegt alveg hreint og ég er alveg viss að það myndi margir koma hér og gista og njóta, alveg örugglega. Já, klárlega, það er einmitt það sem við höfum verið að tala um, að þegar kemur nýtt þjónustús þá verður þetta svona gert í uppröðanlegt horf og hérna þá jafnvel einhvers slags gistiheimili eða betri veitingastaður. Þetta er náttúrulega besta útsýni hérna yfir Akureyri og út á Eyjafjörðin er hérna ofan á skíðastöðum. Ertu ekki, þegar þú lítur yfir farinu, ertu ekki stoltur af þessari uppbyggingu Hlíðarfjall? Já, maður getur nú ekki annað en verið það og vera með þeim mörgu góðum mönnum og
og fólki sem að stóða að þessu. Þannig að ég alltaf ánægður, þó ég komast ekki í fjallið sjálfur á góðviðrisdögum, að þá ég alltaf ánægður að vita því þegar margir sækja fjallið. Jú, mér finnst þetta hafa tekist mjög vel og það mjög margir lagt að gjörfa henda á að koma þessi það horfsenda núna og þetta bara hinn fínasta aðstæða og menn mega bara vera stoltir af þessu. Nú farið að halla degi hérna í Hlíðarfjalli og fólk farið að tínast heim. Það búið að vera stórkostlegur dagur, glaða sólskin og reiknum á með að hingað hafi komið það bil 2500 manns í dag. Og það ótrúlegu fjöldi sem kemur hér á hverju einasta ári. Og það ljóst að þeir hugsjónamenn sem ýttu úr vör hér fyrir það bil hálfri öld og ákváðu að byggja hér skíðahótel, þeir sáu fram í tímann. Þessi staður ótrúlegur segull fyrir Akureyri og það ekki kannski margir sem gera sig grein fyrir því hvað þetta stór þáttur í atvinnulífi og þjónustulífi bæjarins. Það sennilega ekki kannski margir sem sá það fyrir, en þetta alveg með ólíkindum hvað þetta hefur breyst og aðstæðan orðin góð hérna. Mjög góð. Heldur að pabbi þinn hafi hugsað svona, heldur hann hafi séð þetta fyrir að svona myndi þetta byggjast upp? Hann vís með það Þetta 48 ég mann rétt sem fyrir til St. Moritz og þeir komu og margir vinna og þeir félagar komu náttúrulega uppfullir tilbaka á hugmyndum. Þetta að séð hvernig aðstæðurnar voru hjá Evrópubúunum. Þú ert enn í fullu fjöri, ferð enn á skíði? Já, enn á skíði. Það alveg nauðsynlegt. Skíðaíþróttin svo góð að ég hef stundum sagt að golfið það gott að það nærði jafn gott á skíði. Því besta sem við eigum, aldrei glata megum, bernsku minningar fegri Á æsku stöðvar okkar kveðju ber.